Heyrðu, en ég skellti þessu upp og aðeins mig, vélstjóri frá vélskólanum, Andrés, gamall skólafélagi, sýnir stuðning og þannig ég búinn að vera að vinna hjá Heklu, í Caterpillar, ég búinn að vera í JCB, lengst hjá Ísal í Straumsvík, tæknisviðinu, innkaupamálum, síðan Fálkinstýra véladeildinni og núna landvélar. Og og þegar maður búinn að vera hjá Rio Tinto í dálítið mörg ára, þá svona fer maður að horfa á þetta með upp í tíma búnaður, hvers virði hann sko og hversu mikið eyðurðu í þetta sko. Þannig að ég segi alltaf að þú vilt hafa rétt viðhald, búnaðurinn þarf að virka þannig að þú náir að uppfylla þessar kröfur sem gerðar eru, gæðakröfur, umhverfis- og heilbrigðismál og svo slysamálin sko. Og svo náttúrulega eru allir að horfa á rekstrarkostnaðinn. Þannig að þá eru til tæki svona til þess að greina. Ég hendi þessu inn bara svona í ganni af því að SKF er náttúrulega bara tölfræði, skiljið. Hvað veldur svona ótímabærum bilunum í búnaði og þá legum, skortur á smurningu, mistök við ísetningu, óhreinindi og svo álag og þreyta. Og og þetta er svona það sem að getur gerst og við sjáum bara, þegar maður er að fá símtölin, maður er nýlega búinn að selja legu og hún er hrunnin og hvað kom fyrir, já það gleymdist að fylla hana feiti og það svona, þú veist, þannig að maður er farin að benda mönnum á SKF er með app sem heitir Bearing Assistance, frítt, þú bara hleður í niður, þú slærið númerið á legunni og þú bara leiðbeiningar það hvernig þú setur þetta saman. Þetta er svona það sem að heimurinn er að leiða okkur í dag. Og annað sem að SKF fór að horfa á, hvað getur hjálpað viðhaldsmanninum, og það er svona þetta einfalda, í staðinn fyrir að vera með stóru töskuna, þá er hægt að fara í bara lítinn einfalda mæli sem að hjálpar þér við að greina ástandið og eins og þeir beinþýðing frá þeim Þeir vilja sjá inn í framtíðina, þeir vilja geta metið þetta er frá mér. Það ætlum að reyna að finna þetta áður en það fer allt í skrúfuna sko. Og þá er náttúrulega bara hvað eru menn alltaf með í höndunum og það er GSM síminn og þess vegna er svona dálítið handhægt að geta nota hans í verkfæri í verkfærakassanum okkar. Það er bara eitthvað sem þú ert þegar með í vasanum og þetta er svona frá því að þeir eru að byrja að henda þessu upp og þá eru þeir að horfa á þetta. Þú ætlar að geta hort á spjaldtölvuna eða símann og þú ætlar að geta nota þetta sem að er til staðar sko, síðan bæta þeir við. Þú getur notað þetta bara sjálfur til að tengja þín á milli mælis og fyrir þig og nota þetta innan fyrirtækisins og búið til þinn eigin gagnagrunn. Og eins og þú nefndir sko, senda jafnvel eitthvað annað í greiningar eða eitthvað svoleiðis, eða þú getur hent þessu upp í skýi hjá þeim og látið þá greina þetta. Og þetta er alltaf bara spurning hver á gögnin, hvað á að gera við þau og hvað á útkomu vilja menn fá. Og svo kemur alltaf frá fjármálasviðinu og hvað kostar það. En það er aldrei hort á hvað niðurtíminn kostar sko. En þeir fara út í að útbúa tæki sem að er vottað fyrir ATEX og það er IP65 og þeir horfa á þetta að rafhlaðan sé að duga bara í mælingum í 8 tíma, hún dugar eitthvað lengur þegar þú ert að taka færri mælingar. Og þetta er eina sem ég á eftir að prófa, það er fallprófunin, ég ætla að sleppa því. Og þetta er í raun og veru þreföld mæling. Þú ert með hitaskynjun sem er í botninum á þessum mæli hér. Þannig að það er skynjun fyrir hita og síðan ertu með fyrir titringin. Þú ert með titringshröðunina og svo titringshraðan eða heildartitring. Og og SKF er að bjóða líka upp á svona, þú getur verið með þennan mæli tengdan inn á svona eða sítengdan skynjara og þá hefur bara titring en ekki hita. Þannig að það er svona spurning bara hvað menn eru að leita að.
en þetta hangir oft saman, titringur, hiti, bilun. Það svona jafnan í þessu. Þeir leggja dálítið áherslu á mælitæknina í þessu, hvaða tegunda skynjara þeir eru með, því að það eru til skynjarar í dag sem eru mjög ódýrir. MAMS kallaðir, þetta hérna, þeir fóru, einhver snillingurinn hjá SKF fór í samvinnu við Amazon, þannig að í dag til frá Amazon titringsgreiningabúnaður með SKF merkið þarna einhvers staðar á bakvið og það bara skynjari. Þessi MAMS í eiginlega öllum farsímum. Hvernig snýr símiðinn? Hvað ertu búin að labba mörg skref? Og það svona, eins og þið segja hérna, Evrópubúarnir, sko, Danirnir, þeir segja bara, við ætlum ekkert að selja þetta. Þetta ekki mæling, sko, þetta bara leika sem með síman, sko. Þú verður að hafa mæli sem gerir eitthvað, sko. Þannig að hérna, þeir eru svona markaðssetja þetta og þú getur safnað þessu á einfaldan hátt, beint í símaðinn, appið frítt og þú getur líka tengst í þjónustuveri hjá þeim og farið í skýið. Þeir eru að koma með nýtt app sem á að sameina Evrópu og Ameríku og hefur svona aðeins vantað. Þeir hafa verið aðeins að reka 2 kerfi og það verður svona grafískara, eitthvað svona í líkingu við þetta, en það mánuður í að koma út, þannig að ég svona aðeins á undan minni framtíð að þetta svona punktur sem að getur hjálpa líka bara ef að menn að hlaupa í einhverja bilun, þú kippir þessu bara með þér og þú skellir þessu á bara gamla mælipunktiðinn og þú getur séð bara mjög fljótt einhver breyting eða ekki, sko. Þú bara tekur mælinguna og getur sendið þetta síðan frá þér og inn í tölvuna þína. Þannig að þetta einfalda app hérna, það bara frítt og þú getur sett upp fyrirfram skilgreinda viðvaranir sem að byggja þá bara á svona hönnunbúnaðarins eða þannig að bara getur verið snúningshraða mótor og hvað hann að gera. Þannig að eins og þið segja, þú getur haft svona einhver forsnið, þú getur líka sett inn bara þín eigin gildi. Þú getur sagt bara að þessi lega á aldrei að titra meir en 2 mm á sekundu eða eitthvað svoleiðis og þá getur við valið það hér bara sjálfur og eins með hita og hröðunina, sko. Og þetta eiginlega sjálfvirk uppfærsla af þessu appi, þannig að þegar þú ert inn með þetta opið þá uppfærir þetta sig sjálft og hvað ætlar að gera við niðurstöðuna. Þú getur sendt þetta sem CSV skrá bara úr símanniðinum og inn í þá gagnagrunniðin ef þú ert svona búin að búa þig til einhvern svona aflestrargrunn og þar getur líka tekið myndir ef þú ætlar að senda þetta á einhvern annan eða eitthvað og þannig að það á að vera svona hægt að ég skal viðurkenna að ég ekki alveg búin að stúdera nógu mikið þessa kosti til þess að kenna á það en við erum alltaf fastir dálítið í því bara að fikta í þessu meðan maður ekki að nota þetta beint sem notandi heldur bara svona kynna þetta. En eru margir að nota þetta á Íslandi? Það eru alltaf sé ekki 3 fyrirtæki að nota þetta. Þú nefndi Norðurál, ég held að þeir séu reynda með annan búnað, PCC, þeir eru með þetta, nú ég að reyna að muna viðskiptamannasöguna. Við seldum sem sagt aðeins einfaldari útgáfu þar sem að það var ekki þessi lausi skynjari. Það var greinilega uppselt í Evrópu því að þetta var það eina sem að Danirnir náðu að pranga inn á mig fyrir þessa kynningu en það er hægt að fá hérna eins og við sjáum hér meiri upplýsingar heldur en bara þessi svona hvað ég að segja, auðlesanlegu skilaboð. Þannig að snýst þetta ekki svolítið mikið sögun? Jú. Þetta svona punktmælingar, en þú verður að vera með söguna. Já, og það eiginlega það sem að breytist í þessu nýja appi hjá þeim, að það verður einfaldar að nota síman og sjá söguna. Þú hefur 5 mælingar á bakvið, sko. Þú getur búið til hérna inn í kerfinu QR-kóða fyrir hvern mælipunkt. Svo getur þú prentað það bara út eins og í bróðir eða svoleiðis. Og þá áttu QR-kóðan, þannig að þú kemur bara að punktinum, strýkur af miðanum, skannar, tekur mælinguna
og þá sérðu bara, ok, síðasta þessi punktur hér og við erum með mikla aukningu á titringi og þá getur þú brugðist við. Og þá náttúrulega hoppar þetta hérna upp hjá þér, sko. Þannig að Það er svo trendi, sko. Já, akkúrat. Það er ekki vera stór, en það trendi segir svo mikið, sko. Það er sko, ég var með það hérna einhverstaðar aftar. Hérna, þú getur séð, þetta er í raun og veru það sem ég var að opna hérna á skjánum á hann og þá kemur til með að geta séð þetta betur, sko. Þetta er aðeinslegt, ok, og við vorum hérna, en sko, þeim fannst þetta voða flott að geta tekið myndir og sendt ef þú ert með einhverja viðhaldshópa og þú ert kannski að stýra viðhaldi einhvers staðar og sérð, hei, þarna þú sem stjórnandi búinn að meta að það þurfa að fara í aðgerðir og þá getur þú stutta með mynd, það sé ekki að fara á milli mála, hvaða lega þetta er, það sem þú ert með eins og í pappírsverksmiðjunum og svona, sko, fullt af legum og keflum og þá er auðvelt að ruglast, sko. Þeir leggja upp með það bara að hafa þetta einfaldan búnað og hafa þetta þannig að það sé hægt að nota þetta inn í olíuhreinsistöðunum og sem víðast, þannig að þetta sé vottað og hérna og hafa þetta auðvelt, þannig að menn geti auðveldlega lært á tækið. Það er það sem hefur verið svona til vansa, ég man eftir þessu inn í Straumsvík að það endanum var bara einn starfsmaður sem að notaði titringsmælinn af því allir hinir voru búin að gleyma því. Það er bara, menn þekktu titringur, það var eitthvað, en hvernig nátt að nota græjun og það var eitthvað allt annað, sko. Og hérna, og ég sagði nú hérna kvarðanlegur, en það er raun og veru hægt að stilla aðeins, þú getur farið alveg upp í 10.000 hertz og þú getur tekið það niður ef þú vilt, það er sko, hann nær bara ákveðnum svona mörgum bandbreiddum getur við sagt, þannig að ef þú fer neðar í tíðninni að þá getur þú haft þéttari aflestur, sko, fengið svona nákvæmari aflestur getur við sagt. Þannig að hérna, og þegar þú hleður þessu upp ef þú ert með ský og það eru margir notendur að nota sama skýða þá geta þær bara deilt gögnum sín á milli. Oft gott þegar þú ert með vaktahópa, dagvakt, kvöldvakt í viðhaldi og jafnvel næturvaktir og hérna, og svo eins og þeir eru alltaf að, já, er bara að stækka sífellt hjá þeim, sérstaklega í kringum vindmyllugeirann, kjarnorkuverin og olíuna, það er að veita þennan stuðning, sko, það er bara að greina búnaðinn eftir þörfum, það er bara hversu oft ætlar að lesa og fá merki frá búnaðinum og hvað ætlar svo að gera við það, ætlar að senda mönnum skýrslu, ætlar að hringja bara eða einhverju tilfellum að þá geta þær, skildist mér, sko, haft bara eiginlega eins og neðastopp á vindmyllunum, sko. Þannig að þær eru mjög fljótar að hrynja þegar gírarnir byrja að titra, sko. Þannig að hérna, það gleymist alveg í öllum umræðum vindmyllur að þetta bilar mjög mikið og kostar þó nokkuð að gera við þær. Og hérna, þetta eru rosalegi gírar í þessu og góðu business. Þannig að ég ætla að vona að þeir fari út í það. En allavega þetta var svona grunnkonseptið í þessu Quick Collect, hafa það einfalt og samt að bjóða upp á það að þú getur notað einfaldleikan í að fá svona hágæða lausn, sko. Þannig að hérna, það er svona það sem þeir, ég tók bara örstutt hérna því það er hægt að kaupa fyrir símann. Ég ákvað að þýða þetta ekki af því að þetta er svona gegn áskriftargjaldi. Þú getur haft þetta í símanum þínum og þú getur keypt lausn sem að hérna leyfir þér meiri greiningu og gefur þetta, gerir aflesturinn, hvað við segja, verðmætari af því að þú færð strax hérna stuðningin frá þeim, eins og þau segja hérna instant feedback og hérna þannig að þá ertu komin alla leið, sko, þannig að hérna þetta er eitthvað svona að við vorum að ræða veitur áðan, sko, þetta er eitthvað sem að þeir ættu að gera með dælustöðarnar hjá sér sem þeir eru með á víð og dreif hérna, tryggja það að það séu allar heitavatnsdælurnar, þrýstöðukadælurnar, þetta sé í lagi og þetta keyrir rétt og því líkt, sko, og hérna þannig að það er svona verið að skoða það
og hvar notar síðan búnaðinn, það er bókstaflega hægt að nota þetta í öllu sem að getur titrað, skiljiði. Ertu með dælur, ertu með mótor, ertu með bara yfirfærslu á afli og þannig að það sem við þekkjum er að fyrirbyggjandi viðhald er að skila hvað mestum ávinningi hjá fyrirtækjum sem eru svona annað borð að mæla þetta hjá sér. Og stóriðan er nú það sem ég þekki einna best og þar gengur bara lífið út á það að halda öllu gangandi 24/7 og þú ætlar ekki að stoppa því að það er svo dýrt. Og ef þú þarft að stoppa þá ætlar að skipuleggja það til að hafa ekki áhrif á framleiðsluna og jafnvel þó þú sett með rosalega flott viðhaldskerfi eins og ég hef tekið þátt í að skrifa upp alveg heilu verklýsingarnar og bara kvæðabálkana, þá endar maður samt í þessu sama hvað út með flotta stýringu og þetta, mennirnir fara út, vinna eitthvað og þeir eru að skila þetta tilbaka hver var niðurstaðan úr verkinu, sko. Ok, metið ástand búnaðar, það er oft lítið skrifað og það er jafnvel staðreyndavillur í því sem þeir voru að gera og þeir voru bara að segja, já, heyrðu, þetta er bara í lagi með þetta. Þetta er ekkert að þessu. Við skoðum þetta fyrir 2 vikum og það var heldur ekkert að þessum blásara og hann er bara ennþá að hvína í þessu bara eins og síðast og erfitt að rekja, það er svona þegar menn segja, sko, já, það er að fara að lega þarna í keflabandinu hjá okkur sem að flytur vöruna og þú ferð ekkert að vita hvaða lega það einhver nákvæmni, sko. Þannig að þá fóru menn að hugsa, sko, ok, það er flott að vera með svona aflestrabúnað sem þú færir á milli og þú ert að nota, en hvað með þú væri bara með sífelldan aflestur? Ertu með svona krítískan búnað þar sem þú setur bara skynjara, hann er bara þarna og hann skilar bara á mínútu fresti upplýsingum titring. Sumir gera á klukkustundafresti og flestir eru svona að draga þess úr þessu því að þetta eyðir batteríinu í skynjaranum, sko, því að margir af þessum staðbundnu skynjurum eru bara með lithium batteríi sem dugar eða svona 4 ár. En allir viðhaldsmenn þekkja það að fyrsti maðurinn til þess að koma auga á að eitthvað sé að bila, það er almenni starfsmaðurinn. Það er sá sem er að nota búnaðinn, það er sá sem er að ganga svæðið og hann er næstur tækjunum og búnaðinum og það er maðurinn sem svona grípur það fyrst að eitthvað er í gangi, sko. Það er, sumir sjá þetta á mælunum, það er hljóð, þú ert með hita eða titring og svo oftar en ekki það er eitthvað farið að leka. Þú heyrir lofti flæða eða það er komin olía á gólfið og það þarf eitthvað að gera. Og þá ertu svona bregðast við kannski aðeins svo seint. Ef þú væri með sjálfvirka vöktun á einhverju svona mjög krítísku tæki hjá þér, að þá getur verið að fá upplýsingar að titringurinn er byrjað að aukast, hitinn er farin að hækka og þarna þarf að bregðast við fljótlega. Þú hefur tíma til að skipuleggja stoppið, það verður ekkert ótímabært, það stoppar ekki hálf verksmiðja eða eitthvað svoleiðis, heldur bara setur þetta á kvöldvaktina. Þegar við stoppum þetta kvölda þá lögum við þetta. Og það er eins og hort er í hjá öllum þessum köllum, sko. Það er bara sjálfvirk vöktun, gerir mönnum kleift að vera með virkara fyrirbyggjandi aðgerðir og til þess að koma í veg fyrir þessa ótímabæri stöðun sem að alltaf kostar langmest. En eins og ég segi alltaf, sko, sjálfvirk vöktun kostar þó nokkuð af peningum og þess vegna þarftu að nota í bland ef þú ætlar að ná góðum tökum á viðhaldsmálunum hjá þér að það er að greina hvað er krítísku búnaður, tökum álver sem dæmi, hvar eru þeim settar hömlur í samkvæmt lögum og reglum, það er útblástur, allt sem heitir hreinsistöðvar, hreinsivirki, blásarar þar, það er mjög krítískt og enda eru mælar á því öllu og það er vöktun í kerfinu og flestir nota sínar iðtölvur í það. Og ef það stoppar blásari, þá fer í gang teljari og það verður að skila skýrslu til viðkomandi heilbrigðiseftirlits að þarna hafi þetta stoppað
og ekki verið hreinsun samkvæmt kröfum, opinberum kröfum í þennan tíma. Þannig að þarna viltu ekki þurfa að senda svona skýrslu, skiljiði. Þannig að þá hægt að einmitt, eins og ég sagði hérna, sko, sjálfur skoðun á mikilvægum búnaði, umhverfismál, öryggi og kröfur og svo náttúrulega þeir sem hafa gæðastað, þeir eru með framleiðslu tengd mál og og hér eru nokkur fyrirtæki sem eru að bjóða lausnir í þessu. Það Flowserve dælufyrirtækið er með eitthvað sem heitir Red Raven, Flugt er með eitthvað annað. Þú ert með kerfi frá Viking Analytics og Diver og fleira. Já, Viking, já, það var. Þannig að og svo SKF með þetta og Schaeffler Bearings eða FAG og INA, þeir eru með kerfi sem þeir eru alltaf að ströggla við að koma því áfram og þannig að þessar skipulögðu handvirku mælingar þar sem þú ferð og notar einfaldabúnaðinn, að það er rosalega gott að blanda þessu tvennu saman. Það er svona bara það sem hjálpar mikið og þú getur haft líka bara, eins og ég segi, þegar þú notar kerfi rétt, þá getur þú látið það vinna fyrir þig, svona sjálfvirk mælikerfi og öll svona kerfi, þú veist, það þýðir ekkert að vera að senda menn af stað að gera einhverja handvirka mælingar ef þú gerir ekkert með niðurstöðuna. Þetta er eins og að taka olíusýni á, þú veist, 200 vinnuvélum og hvað ætlar að gera við niðurstöðuna. Ef þú fylgir því ekki eftir, þá skaltu bara spara peninginn og skipta olíu bara einu svona ári eða eitthvað svona, skiljiði. Þannig að það verður alltaf að vera einhver tilgangur með kostnaðinum. Og SKF horfir hérna á, sko, ég ætla bara að henda þessu upp, þeir fóru svona að skoða hvar eru menn að vinna, sko, og hvað eru menn að gera. Og það er, þú veist, þú getur sem notandi verið að gera einhver einfalda mælingar og allt tengist þetta hérna bara, þú veist, í þetta stóra skýið, sko, þú veist, hver ætlar að eiga gögnin, hver ætlar að hafa aðgang að þeim og þetta er það sem að menn vilja loka dálítið á, sko. Það er mörg af þessum einfaldari kerfum eru bara að fara í eitthvað opið ský og þú veist ekkert hver kemst í þetta og svo sem skiptir kannski ekki máli hvort einhver sjáu hvað titrar hjá þér, en þegar þú ert búin að sitja á bak við að það er þessi mótor sem þú ert að keyra, þú átt svona marga mótora, þá getur kannski einhver farið að selja, hey, þið þarna hjá VEG eða Siemens, þið getur kannski selt, sko, 20 svona mótora á ári því að þessi með 200 svona mótora og keyrið á svona mikið og eitthvað, skiljið, það er allt í einu upplýsingarnar á verðmæti og þess vegna eru menn að horfa á það, sko, að það þarf að fara með þetta á svona ákveðni nærgætni og hver ætlar að komast í þetta, sko. Til dæmis ég nefndi þessa Amazon-lausn í samvinnu við SKF að það er eitthvað sem að menn veit ekkert hver kemst með puttan í, þannig að Norðurlandabúarnir sögðu bara nei takk, ekki fyrir okkur og hérna sjáum við þegar þú situr viðmiðunargildið bara, þá getur alltaf séð svona dálítið myndrænt í símanu hjá þér hvar ertu að fara upp fyrir. Þetta er svona bara önnur hlið á teningnum að horfa á hérna myndirnar, sem sagt, þessa sjónrænu lita grænt, gult, rautt, sko. Og hérna það er hægt að fá lausn hjá þeim sem að ég ætlaði bara svona að sýna þetta, þú getur fengið ákveðin gagnagrunn til þess að vinna með þetta og þeir eru búin að setja upp að ef þú kaupir kerfi hjá okkur, þá getur þú notað einfaldamæliðinn og þú getur safnað gögnunum og þú getur sendt okkur þetta og við vöktum þetta og metum og þetta er svona eins og í gæðakerfunum, plan, do, check, act, sko. Þetta er svona hringur á þessu, sko. Þú getur hérna notað kerfið til að vinna fyrir þig og þess vegna er svona nokkri punktar frá þeim, hvernig safnar gögnum, hvað gerðum við í gamla dag, við horfðum á hæðaglasið og eins og hérna olían og hitinn og lekur eitthvað hjá okkur. Lekinn er alltaf vísbending að eitthvað sé ekki alveg eins og það á að vera
og og það er svona spurningin, ætlum við að færa viðhaldið úr því að vera alltaf, sko, þú veist, leggja hendina á eitthvað þetta sé farið að hitna eða fara í eitthvað svona skipulaðra. Það er hægt að, eins og bara með svona einfalda dælu, og þetta er svona partur að eiginlega þessu nýja kerfi sem er að fara að koma frá þeim, það verður allt svona meira myndrænt, þannig að mælipunktarnir hjá þér, það er svona auðveldar að sjá hvar þú ert að mæla og hvað er að ske, sko. Hérna er þeir að sýna eins og þeir segja trend data, sko, hvað er titringurinn að breytast og ætlar að bregðast við eða hvað. Og það var næstu mynd, já, svona kannski sérðu að þú ert komið bara í rauða litin með fremstu leguna í mótornum og og þá færði þetta svona upp í þegar þú sendir gögnin frá þér að þú þarft að gera eitthvað og þá kemur skýrsla bara svona, það er bara high alert, það er bara mælipunktur 2 og þú þarft eitthvað að bregðast við. Þannig að það er svona hægt að hafa þetta mjög einfalt og myndrænt, en alltaf komið að þessu bara hvað ætla menn að kosta til að fá svona eitthvað út úr kerfinu, sko. Fara einföldu leiðina eða fara aðeins dýpra, og svo er það sem að margir hafa gert að þeir byrja ofta einfalt, fatta það, hei, þetta er alveg að virka, og þá er farið dýpra og sérstaklega þegar menn átt að sjá því að hvað er krítísku búnaður, þeir kannski föttuðu það ekki alveg þegar þeir voru að skilgreina það í byrjun. Þannig að ég ætla bara að segja þessu lokið og ef það er einhverjar spurningar að þá bæði hægt að spyrja hér og svo er hægt að tala við okkur og Geturðu sýnt okkur? Já, það er það næsta, við förum að fikta og ég var líka. Geturðu verið með þetta beint upp á skjáin eða aflöstu? Nei, hann fer beint í símann. Já. Hann fer beint í símann og sjáðu hvað þetta er sterkt svona auglýsingarlega séð, sko. Hafa eitthvað því með, sko. Já, en sko, hér er ég bara með app sem heitir Quick Collect og ég er búinn að tengjast mælinum og það er mjög einfalt, ég fer bara í tannhjólið og bara leita mæli, þetta er bara eins og Bluetooth kerfin virka. Þannig að þetta dýr kostur? þessi er að kosta með þessum auka skynjara 585.000 fyrir utan skattinn og það er hleðslutæki með og það er svona aðeins búnaður til að tengja þennan, það þarf að skrúa hann fastan þessi er aftur með segulstáli þannig að það er hægt að sitja hann á. Ég átti þessar legur upp á borði hjá mér, þannig ég notaði plastlegurnar og svo fattaði það, hei, ég þarf að halda mælinu við, það er ég ætla að skipta legur. En keyrum þetta bara upp og þá er hægt að sjá